Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Almáttigi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpað okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Amen. Með okkur, hver þá á móti okkur? Hann sem þymdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir okkur öll. Hví skyldi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar, hver sakfellir? Kristur Jesús sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn. Hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni okkar og frelsara. Amen.
Og á öðrum stað í Rómverjabréfinu stendur: ekkert af okkur lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við Drottni, og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólarupprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum? En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi. Þið leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, en sæl erum við þegar við fáum að heyra Guðs orð og varðveitum það í hjörtum okkar. Amen.
Í Davíðssálmum standa þessi orð: Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottin er vörður þinn, Drottin skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin ekki vinna þér megin, né heldur tunglið nætur. Drottin mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottin mun varðveita inngöngu þína og útgöngu héðan í frá og að eilífu. Hér á Hornafirði blasa fjöllin allstaðar við, hvert sem augu okkar líta. Fjöll og jöklar mynda hring utan okkur og hafið. Að alast upp í slíku umhverfi hefur áhrif á sálina, hefur áhrif á lífið allt frá vöggu til grafar. Í sálminum er spurt hvaðan hjálpin kemur og þau sem alast upp við fjöllin og í nálægð við náttúruna vita að hjálpin kemur frá skaparanum sem hefur gefið okkur allt þetta og lífið í brjósti okkar líka. Og sálmaskáldi segir okkur að skaparinn sefur ekki á verðinum, heldur slær skjaldborg utan líf okkar og verndar okkur gegn öllu illu. Loka orð sálmsins: Drottin mun varðveita inngöngu þína og útgöngu héðan í frá og að eilífu. Þessi orð eru lesin við hverja barnsskírn til að minna okkur á að Guð verndar okkur allt lífið. Við höfum öll staðið frammi fyrir einhverjum hættum, en Drottin er vörður okkar og skýlir okkur. Það er dýrmætt að eiga þá trú þegar öldruð kona er kvödd eftir langt og dugmikið ævistarf. Hún var fædd hér og upp alin og ól allan sinn aldur undir þessum fjöllum, vann hér hörðum höndum og skilur eftir sig fjölda afkomenda og dýrmætra minninga fyrir þau sem kynntust henni á lífsleiðinni. Nú hefur Drottin Guð tekið við henni í þann heiminn sem við komum frá inn í þennan heim. Hlutverk okkar kann að virðast flókið í þessu lífi, en er í raun sára einfalt. Það er að sýna náunganum kærleika og koma fram við hvert annað eins og við vildum að komið væri fram við okkur. Það er kjarninn í boðskap Jesú Krists sem kom í þennan heim til að sigra dauðan og boða okkur eilíft líf með sér. Svava Guðrún Gunnarsdóttir, sem við kveðjum héðan frá Hafnarkirkju í dag,
fæddist þann 13. nóvember árið 1936 í húsinu Lundi sem Hafnarbraut 12 í dag. Hún lést þann 23. júlí síðastliðinn á hjúkrunarheimilinu Skjólgarði. Faðir hennar var Gunnar Snjólfsson, fyrrverandi hreppstjóri og skrifstofumaður hjá Kaupfélagi Austur-Skaftfellinga, umboðsmaður Happdrættis Háskólans og fyrsti póstafgreiðslumaður í Hornafirði. Móðir hennar var Jónína Ástríður Jónsdóttir, húsmóðir og póstafgreiðslukona. Svava var þriðja í röðinni af 9 systkinum. Þau voru Berta Ingibjörg, Ásta Bryndís, Gísli Örn, Bragi og Gunnhildur sem öll eru látin, en Steinlaug og Jón Gunnar eru ein eftir á lífi. Yngstur var andvanafæddur bróðir. Einnig átti hún samfeðra hálfbróður sem var elstur. Hann hét Ólafur. Svava átti heima í Lundi til 2 ára aldurs. Foreldrar hennar Gunnar og Jónína byggðu þá Sunnuhvol að Hafnarbraut 18 árið 1938 og flutti fjölskyldan þangað. Hún ólst upp á stóru og líflegu heimili þar sem vinnusemi, samheldni og hjálpsemi voru sjálfsagður hlutur. Á Sunnuhvoli var alltaf mikið að vera og það var að sögn barna Svövu ástríkt og gott heimili. Þar lærði hún að allir legðu sitt að mörkum, að fjölskyldan stæði saman og enginn væri of ungur eða of gamall til að taka þátt. Þetta uppeldi mótaði hana alla tíð og fylgdi henni hvert sem lífið leiddi hana. Börnin höfðu mikið frjálsræði og léku sér í nágrenninu. Það voru alltaf allir velkomnir á Sunnuhvoli og bjuggu mörg af börnum Gunnars og Jónínu fyrstu árin með mögum sínum þar á meðan þau voru að koma undir sig fótunum. Má segja að Sunnuhvoll hafi verið hefðbundið sveitaheimili fyrst sinn með lítinn búskap, kindur og kýr, því ekki var hægt að fá þessar nauðsynja vörur fyrst sinn hér á Höfn. Fjölskyldan var mjög vinnusöm og í seinna stríði bættist við að þau tóku að sér póstafgreiðslu og faðir hennar var póstmeistari. Þau sáu það á heimili sínu í 30 ár eða allt til ársins 1971 þegar starfsemin fluttist í núverandi húsnæði. Móðir Svövu Jónína sá póstafgreiðslu en þá var búið að stúka af hluta af stofunni og var lúga í forstofunni þar sem fólk kom og nálgaðist póstinn. Það tíðkaðist að allir hjálpuðust að á Sunnuhvoli og öll fjölskyldan hjálpaðist að við að bera út. Svava gekk sína hefðbundnu skólagöngu hér á Höfn í Hafnarskóla og fór síðan í Húsmæðraskóla Reykjavíkur árið 1957 með vinkonum sínum héðan frá Hornafirði. Svava giftist Einari Baldvini Ragnarsinni á jóladag árið 1959 en áður höfðu þau byggt sér húsið Búðareyri við Tjarnabrú 14 ásamt tengdaforeldrum hennar, Ragnari og Margréti. Margrét og Ragnar bjuggu á neðri hæðinni og Svava og Baldvin á þeirri efri. Fyrst sinn leigðu þau hluta af efri hæðinni undir húsgagnaverslunina Ösp. Elst barna Svövu og Baldvins Jónína Aðalbjörg, fædd árið 1955. Hún gift Guðlaugi Jóni Vilhjálmssyni. Börn þeirra eru Baldvin Svavar, giftur Elínu Freyju Hauksdóttur og eiga þau 2 syni. Kristinn Þór, giftur Huldu Bjarkar og þau eiga 2 dætur. Guðbjörg, gift Gunnar Inga Valgeirssyni. Þau eiga saman 3 börn. Fyrir á Gunnar Ingi 2 syni. Næst elst Bára Margrét, fædd árið 1963. Hún gift Þorsteini Guðmundssyni. Börn þeirra eru Einar Smára, giftur Sunnu Jónsdóttur. Þau eiga 3 börn. Svava Kristín, Andri Snær, sem í sambúð með Oddnýju Lind Björnsdóttur. Þau eiga 3 stráka. Bragi Fannar, hann á 2 syni. Og yngstur Ragnar Magnús í sambúð með Eggerti Thorberg. Næst í röðin Gunnhildur, sem fædd árið 1965.
Hún er gift Bergi Guðgeirssyni. Þau eiga Jón Óla sem í sambúð með Sóleyju Kristjánsdóttur. Yngstur barna Svövu og Baldvins er Ingólfur Hólmur, fæddur árið 1974. Það má koma því hér að Ingólfur var stoð, Svövu og stytta og var henni einstaklega dýrmætur. Í daglegu lífi veitti hann henni ómetanlegan félagsskap. Þau áttu einstakt samband og Svava treysti honum mikið. Umhyggja hans, nærvera og tryggð skiptu hana miklu máli og veitti henni öryggi og gleði. Svava fór í vinnu á Karlsskála í Reyðarfirði á sínum yngri árum og hafði hún oft orð af þeirri dvöl og hafði hún gaman af henni. Hún vann alla sína starfsævi við afgreiðslustörf, fyrst á pósthúsinu, síðan í verslun í kaupfélagi Austur Skaftafellssýslu og að lokum í 1111 og lauk hún þar sínu starfsferli. Í mörg ár sá hún einnig að dreifa Eystrahorni á blaðbera og í búðir. Það er erfitt að lýsa Svövu á þess að nefna vinnusemina. Hún virtist aldrei kunna að sitja auðum höndum. Ef hún var ekki að vinna, þá var hún með handavinnu, leggja kapal, púsla, leysa krossgátur. Hún lagði alúð í allt sem hún gerði og gerði hlutina vel. Svava var annars mikil spilakona, enda mikilli spilaætt, en Snjólfarnir hafa ætíð verið þekktir fyrir mikla spilamennsku. Hún spilaði félagsvist, kana, hornafjarðarmanna og bridds. Spilaði hún á briddsmótum út allt land og náði þar í þó nokkur verðlaun. Hún var mikil hannyrðakona og prjónaði lengi vel meðan Sjón lifði. Hún var í saumaklúbb sem hét Ekkert að frétta. Við getum reynt að ímynda okkur hvað var talað í þeim saumaklúbb. Hún hafði dálæti á tónlist og hlustaði mikið á útvarp. Hún hlustaði helst á gömludansana og harmoníkutónlist og sér í lagi karlakóra. Hún hafði afar gaman af íþróttum og horfði á þær í sjónvarpi en hún fylgdist vel með HM núna í sumar rétt áður en hún lést. Hún spilaði á gítar og var virkur meðlimur í danshópnum Takti. Svava var félagi í Slysavarnafélaginu frá unga aldri. Árið 1994 hlaut hún heiðursviðurkenningu frá Slysavarnafélaginu Framtíð en þar var hún heiðursfélagi. Hún var lengi vel í gleðigjöfum, kór aldraðra og hafði gaman á söng. Þá var hún meðlimur í briddsfélagi Hornafjarðar. Svava og Baldvin áttu fallega ævi saman. Þau voru sannir lífsförunautar sem gengu í gegnum gleði og áskoranir hlið við hlið. Þau byggðu sér heimili, ólu upp börnin sín og deildu áhugamálum sem urðu stór hluti af lífi þeirra beggja. Hún og Baldvin voru saman með sauðfjárbúskap rétt innan við Höfn og krafðist það mikillar yfirsetu. Voru þau bæði mikli bændur í sér og höfðu að þessu gaman, en ung höfðu þau ætlað sér að kaupa sér jörð. Svava hafði orð á því að hún hefði aldrei haft neitt út úr því að vera með kindurnar, en þau hefðu gert þetta fyrir sig og af því að þau hefðu haft svo gaman að þessu. Það segir kannski meira hana en margt annað. Hún mat ekki lífið í peningum, heldur í upplifun, samveru og gleði. Sérstakan sess í hjarta Svövu átti bústaðurinn í Stafafellsfjöllum í Lóni. Þar áttu hún og Baldvin sinn gríðarstað. Þau byggðu bústaðinn árið 1966 ásamt tengdaforeldrum hennar. Þar nutuðu samverunar, náttúrunar og einfaldleikans og sköpuðu ótal dýrmætar minningar með fjölskyldu og vinum. Þar var engin rafmagnslýsing, heldur olíulampar. Lindin gegndi hlutverki ískáps og gamla sóló eldavélin hitaði bústaðinn. Þar ríkti einfaldleikinn, kyrrðin og nándin við náttúruna. En það sem gerði staðinn svo dýrmætar var fólkið sem safnaðist þar saman. Þar var farið í berjamó, vetur silungur, gengið á fjöll,
spilað krikket og alls konar spiluð, týndir steinar, unnið í garðinum og ræktaðar kartöflur og rabarbari. Minningarnar lifa áfram í börnum hennar, barnabörnum og barnabörnum. Lónið var meira en sumarbústaður. Það var heimili hjartans. Þar leið þeim alltaf vel. Lífið átti líka sinn takt. Taktur árstíðanna mótaði líf þeirra. Á haustin var farið í berjamús, malamennsku, kæfu og sláturgerð. Á vorin var það sauðburður og farið með kindurnar á fjöll. Þau elskuðu að ferðast Ísland, ekki til að flýta sér á milli staða, heldur til að njóta landsins, náttúrunnar og samverunar. Í tjaldi með nesti sem hafði verið útbúið af kostgefni og Macintosh-stallinn fullan af sælgæti og má þar nefna perubrjóðsykur og Bismarck og svo var dallurinn látinn ganga. Þau lögðu af stað ár eftir ár í það bil mánaðar ferðalag. Það voru ekki lúxusferðir sem skiptu máli heldur augnablikin sem urðu að minningum. Þau Svava og Baldvin voru miklir félagar og gerðu allt jafnt og skiptust meðal annars á því að keyra í ferðalögum og svo var sonur þeirra Ingólfur líka með í að skiptast á að keyra. Jólin voru mikilvægur þáttur í lífi Svövu og hún var afar myndarleg húsmóðir sem bakaði margar sortir fyrir jólin. Á aðfangadagur var farið út á Sunnukvol þegar var búið að opna pakkana á Tjarnabrú og þar var boðið upp á kakó og hnallþórur af bestu gerð. Seinna fór stórfjölskylda Svövu að hittast á Tjarnabrú þegar búið var að opna pakkana. Á jóladag og annan í jólum voru jólaboð með stórfjölskyldunni. Á jóladag var borðað hangikjöt sem Svava og Baldvin reyktu og mikilvægt var að borða laufabrauð með stafnum sínum. Á áramótum var svo hefð að hittast á Tjarnabrú eða hjá Ödda bróður Baldvins. Fyrir jól hefð hjá fjölskyldunni að skera út og steikja laufabrauð og það eina hefðin sem haldist hefur í sessi í stórfjölskyldunni. Það var alltaf mikið spilað þegar fjölskyldan hittist, en þó var regla að það mátti ekki spila á aðfangadagskvöld og þá reglu mátti alls ekki brjóta. Það var hefð fyrir því að taka slátur og var fjölskyldunni boðið í slátur einu sinni í mánuði yfir veturinn. Þó hjónin hafi ferðast mikið innanlands fóru þau einnig til útlanda, meðal annars til Færeyja, Noregs, Ungverjalands og Spánar. Og hvernig haldið að sú ferð hafi komið til? Þá ferð unnu þau í séð og heyrt krossgátukeppni. Síðan fór Svava í siglingu Karabíska hafið þegar hún var áttrætt með Öllu og fjölskyldu og Ingólfi. Svava fór alltaf í messu á jólunum. Hún lifði eftir skýrum gildum sem einkenndust að heiðarleika, tryggð og ábyrgð. Hún var einstaklega trú fjölskyldu sinni og vinum og stóð alltaf með sínu fólki. Hún hafði sterkar skoðanir og var óhrædd við að láta þær í ljós, en á sama tíma var hún mjög góðhjörtuð, hlý og hjálpsöm. Vinnusemi var henni blóðborin og hún lagði metnað í allt sem hún tók sér fyrir hendur. Hún naut þess að sinna kindunum sínum, vera út í náttúrunni og ferðast landið. Hún var mjög nýtin á öllum sviðum og fór vel með allt sitt. Setning sem að hún notaði mikið var nefndu það ekki. Og oft kom lítill hlátur á eftir og jafnvel barið á lærið. Svava var við góða heilsu mest allt sitt líf. Hún bjó heima þar til hún varð 88 ára, en það leyti flutti hún á hjúkrunarheimili Skjólgarð og var þar til dauðadags. Hún unni dvölinni á Skjólgarði vel og vilja aðstandendur koma á framfæri þakklæti til alls starfsfólks Skjólgarðs fyrir góða umönnun. Hún fékk heilablóðfall í byrjun júlí og náði sér aldrei af því og lést rúmum hálfum mánuði síðar. Löngu dagsverki lokið sem skilur eftir sig minningar og marga afkomendur.
Við slík þáttaskil gott að minnast orða sem Jesús segir við Mörtu: Ég upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Jesús Kristur kom í þennan heim til að upplýsa okkur hlutverk okkar, að elska hvert annað og sýna hvert öðru umburðarlyndi og skilning. Hann kom líka í heiminn til að deyja og rísa upp til að gefa okkur öllum eilíft líf með sér. Í upprisuntrúnni kveðjum við Svövu Guðrúnu Gunnarsdóttur með þökk fyrir allt og allt í Jesú nafni. Amen. Ég hef verið beðin hér fyrir nokkrar kveðjur. Högni Kristjánsson, systursonur Svövu og kona hans Ásgerður Magnúsdóttir hafa beðið fyrir kveðjur. Þá hefur Ragnar Kristjánsson og Þórunn í Osló beðið fyrir kveðjur ásamt syni sínum Matthíasi Tuma. Margrét Hrafn og fjölskylda sem einnig í Noregi senda góðar kveðjur. Þá hefur verið beðin að ítreka það sem stendur á sálmaskrá að erfisdrykkja verður í Sindrabæ að lokinni athöfn hér í kirkjunni.
og biðja saman. Við þökkum þér, elsku góði Guð, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum blessun til handa Svövu Guðrúnu Gunnarsdóttur sem við felum þér. Í trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Styrk þau sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem að Jesús hefur kennt okkur og við biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í frystni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sem í far,
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir uppreissu Jesú Krists frá dauðum. Jesú segir, ég er uppreisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Drottinn minn, gef dánum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.